Sæl aftur, nú ætlum við að brjóta þáttinn aðeins upp og kíkja aðeins fram því að Karl Eskil Pálsson, hann kall okkar hér á N4, hitti í dag hann Árna Lund sem var að gefa út rosalega flotta bækur Melrakkasléttu, 3 flott rit. Við ætlum að skipta yfir á Kalla. Níels, hvernig stóð á því að þú réðist í þetta? Það á nú sína sögu eins og svo margt annað. Ég skrifaði fyrir 6 árum bók foreldra mína og samfélagi við Leirhöfn á Melrakkasléttu. En þar bjuggu þegar ég krakki allt upp í 60 til 80 manns sem ég get nafngreint. Það búa núna 5 manneskjur þar, 1 fjölskylda. Og svo sagði fólk við mig, Níels, þetta var fín bók, þetta var gott, en þá ættir að skrifa alla Melrakkasléttuna og hver á að gera það. Og það var svona hvatinn meðal annars að því að ég sá bara, mér ekki vænt Melrakkasléttu og samfélagið allt þar og Raufarhöfnina mína. Og ég sá bara að fólkið var að tínast. Það búið núna raun og veru sauðfjárbú á 2 bæjum á Melrakkasléttu þar sem var búið 18-20 jarðir fyrir ekki löngu síðan. Og ég sá bara þetta fólk bara eins og gerist fyrir okkur og við förum bara að hverfa á svið annarra veraldar. Og ef það yrði ekki eitthvað aðgert, þá myndu sögur og sagnir tapast, mikill menningar, fróðleikur, vitneskja og þá þegar maður að lesa svona svæði, þá ekki endur þetta stóra. Maður vill vita smáatriði, hvenær hellt var úr koppunum, hvað fekk maður að borða, hvernig var í skólanum, hvenær gerðist þetta, hvenær brendi þessi sig og hvernig var farið með hann til læknis og svo. Þessi litlu atriði sem að gefa lífinu gildi og þess vegna þessi saga mín sem Melrakkasléttuna, safnum til sögu Melrakkasléttu. Þetta eru 3 bækur og skiptast í grófum dráttum þannig að það í fyrstu bókinni, þá þetta alls konar fróðleikur Melrakkasléttu og þar ég ekki einn í ráðum fyrir að hverja trítill forðum. Ég hef fengið þar mektarmenn og prófessora og virta vísindamenn til að skrifa veður og jarðfræði og fugla og skógrækt og landgræðslu og skólamál og heilbrigðismál og allt þetta. Síðan bætti ég þarna inn köflum hernámsárin og því þau voru líka norður á Sléttu og skipsströnd við Sléttu. Þetta var feikilega erfitt land því að þetta svo lágt að frá hafi séð þá voru engin fjöll og það rann saman fyrir þá sem voru á skipunum út í eitt og haf og land og þetta mikið stórkorinn strönd og erfið. Í bók nr. 2 þá heitir hún með undirtitli Fólk og bíli og þá svo einfalt að það rakin munnlega, ekki kannski sagnfræðilega þannig séð í harðasta skilningi, saga allra jarða á Melrakkasléttu í 200 ár. Afi minn, Kristinn Nýhöfn, hann var svo forsjál fyrir utan að finna upp línurennuna þar nyrst norður á Melrakkasléttu að hann skrifaði alla bæi frá 1800 til 1900, sagnafróðleik sem hafði varðveist manna á meðal og hann skrifaði þetta allt niður. Ég nota þessi handrit hans það að segja frá viðkomandi bæjum frá 1800 til 1900. Síðan ætlaði ég að skrifa frá 1900 til 2000 en fann fljótt að mig skorti bæði bein í nef og róu til þess og miklu einfaldara var og betra að tala við fólk á mínum aldri og eldra sem að þekkti það að búa á þessum stöðum og hafði búið þar og jafnvel býr þar enn og allir tóku mig þannig sjálfsagt mál og skrifuðu kafla hver sína jörð á 20. öldinni. Og þar einmitt þá komum við út í þessar smálýsingar sem að ég held að lifi svo lenginni. Þá var ein jörð eftir, Raufarhöfn, sem var í gegnum aldirnar bara bújörð, fór svo að var verslunarstaður einnig upp úr 1800 og 1833 fær á verslunarleyfi konungs og þetta var nánast eina höfnin sem var þarna á svæðinu fyrir utan Leirhöfnina en þarna myndaðist verslun sem rekin oft samhliða búskapnum
það verða straumhvörf aldamótin, upp úr aldamótunum 1900, þá fara maður að veiða fisk og síðan síld og síldarárunum gerð skil. Þar fékk ég ómetanlega ritgerð frá Hreini Ragnarsyni, heitnum sagnfræðingi sem hafði skrifað síldarárun og Raufarhöfn, merka ritgerð á Háskólanum. Og þar sögð saga síldaráranna, þessa frægu, þegar Raufarhöfn malaði gull fyrir þjóðarbúið og menn byggðu stórt og mikið kannski annars staðar á landinu fyrir þá peninga. Og síðan sem sagt frá mannlífinu þar og öllu öðru sem að gerir einn stað að fallegu sjávarþorpi og það má sko vissulega muna fífilsinn fegurri. Þannig að þarna komin saga, heilsteypt saga allra þessara staða. Þetta langt sem ég búinn að segja en mér liggur mikið fyrir. Ég búinn að vinna við þetta í 6 ár og aðeins eins og við sást hjá mér áðan, Karl, sem ég held að ég eftir að vekja verulega athygli, að það var til á öllum bæjum Melrakkasléttu örnefna lýsingar. Það var tilgreint að það var Stóri Hóll og Litli Hóll og Fjaran og allt þetta, en ekki staðsett á kort. Og ég sá að eini möguleiki til að ná þessu í mínum huga var það að ég fékk góðan kortagerðarmann hjá Fixlandia, Hjálmar Hansen, sem að bjó til kort fyrir mig metr stórt. Og ég sendi það heim á alla bæi og menn staðsettu öll þau örnefni sem þau vissu. Þannig að það núna komið á kortum 1000 ný örnefni sem aldrei hafa verið kortlögð á sléttu. Og stóð svo tæpt að eini aðili sem vissi eitthvað Rifsjörð, nyrstu jörð landsins, hann var fárveikur þegar ég leitaði til hans. Hann skráði niður þessu örnefni og ég náði til hans og hann dó 10 dögum seinna. Þannig að það mátti í mörgum tilvikum ekki tæpara standa að ná í heimildar og fólk og safna saman heimildum? Ég tel einmitt, það rétt hjá þér. Auðvitað hægt að teygja sig í heimildir í gegnum fundagerðir og bækur og allt svoleiðis. En best að tala við þetta fólk sjálft og það svo skrítið með það. Ég ekki einn í þessum ráðum. Ég nú alveg klár á því að það fjöldi sléttunga situr uppi og fundi hérna og spjallar og segir hvað á að gera. Ég búinn að fá svo margar vitrar slíkt. En hann hringdi í mig til einn og sagðist vildi hjálpa mér og ég fór til hans 3 sinnum og hann sagði mér heilmikið fróðleik frá Raufarhöfn og þannig bara með svo marga einmitt að ég var nú stundum á orði við sjálfa mig. Ég vildi að ég hefði byrjað á þessu áður en móðir mín dó. Hún var hafsjór af sögum og fróðleik en hún var farin og þannig sá ég bara fólkið vera smá saman að tínast út af seninni. Þú gjörþekkir Melrakkasléttuna, en hvað kom þér mest á óvart við allt þetta grúsk? Ég veit ekki hvað, bæði það var hvað það þótti svo gott að búa á Melrakkasléttu. Sögusagnirnar voru þannig að menn hefðu nú aldrei fínt á Melrakkasléttu, menn þetta ekki að gera nema að leggjast upp í loft og þá myndi æðurinn verpa ofan í þá. Menn myndu leggjast á bakkann og drekka vatnið og læknum og silungrauð stint upp í þá. Og veturnar gætu þeir haft það rólegt, þeir myndu ná sér í stór rekaviðatré niður á fjöru, setja það í gegnum vegginn og inn í arinin eða eldstóna og íta svo bara á eftir þörfum og svo myndu þeir bara sitja og spjalla saman á meðan og konunda prjóna sokka. En kannski kom líka mér á óvart sérlega núna þegar ég kem sem gestur þarna, hvað mikil umferð Melrakkasléttu. Það eru tugir bílar með erlend fólk og Íslendinga sem segja þetta eini staðurinn sem við eftir að fara og þess vegna gerði ég svona þokkalega mínum að til leiðarlýsingu sem í einni bókinni, fyrstu bókinni, frá gamla veginn sem átti nú að leggja af en hefur aldrei verið fjölmennari. Aksturinn fyrir Sléttu, þar sem að ég með leiðarlýsing og fer þar í þjóðsögur og sagnir og hauslausa menn og menn með hausa og allavega og semst reyna að gera þetta lifandi.
Eftir að hafa undirbúið útgáfu þessara bóka svona lengi, hvernig að sjá barnið eða börnin sín fæðast? Þetta góð spurning því að það var nú bara þannig að þegar Skrudda sett þetta upp fyrir mig og braut þetta Steingrímur hjá Skruddu og þegar hann sagði mér að væri konar 3 eintök til landsins, þetta var prentað erlendis, þá fór ég niður eftir til hans og mér leið nánast eins og þegar ég var að taka á móti mínu fyrsta barni. Þetta var bæði miklu meira og stærra, jafnvel fallegra en ég hafði búist við. Og ég fór heim og konan sagði við vorum að halda upp á þetta og ég kallaði á bræður mína og aðeins nánasta skyldfólk og bauði vöfflukaffi. Og svo í gærmorgun þá kom skipið, þá var þetta tollafgreitt og ég fór og náði í stóran bíl og fyllti bílskúrinn hjá mér og nú ég á leiðinni norður á Hrútadag þar sem ég ætlaði að vígja bókina og svo verði ég með kynningar á Þórshöfn og Kópasker á sunnudaginn, á Húsavík á mánudaginn og svo hérna á Akureyri á þriðjudaginn og ég bara hlakka til að fá fólk og fá að tala melrakstéttina mína. Til hamingju með bækurnar. Þakka þér innilega fyrir.